Sig að salta tæpar 70.000 tunnur upp í samninga við Svía, Finna og Dani, auk minna magns til nokkura annara landa svo sem Bandaríkjanna og Þýskalands. Enn því beðið í ofvæni eftir þróun mála í samningaþófinu við Rússa. Okkar maður á Eskifirði, Þórarinn Hávarsson, fór í síldaróður á dögunum og tók þessar myndir vestan Hrollaugseyja í góðu veðri. Mikil veiði hefur verið á svæðinu að undanförnu og hver báturinn á fætur öðrum hefur siglt í land með fullfermi. Samkvæmt skipstjóra Sólborgar, Hermanni Steinsinni, magn síldarinnar álíka og jafnvel meira en í fyrra. Finnst þér síldin eitthvað hafa smækkað undanfarin ár? Nei, þvert á móti, við finnst og frekar hafa verið að stækka. Ná sér upp. Það var algengt hérna fyrstu árin eftir að þetta verið leitt aftur að það voru að sleppa niður nokkru sinnum á nóttu. En núna kemur það varla fyrir að þurfa að sleppa síldakasti vegna þess að síldin sé smá. Og þessi síld hefur verið mjög góð í rússasöltuninu sem ekki fyrir hendi núna. Heldur að þessi hefðbundna síldavertíð leggist niður ef að rússarnir dett út? Nei, ég held ekki. Ég held að leggist nú ekki niður. Það er alltaf að aukast sem fyrir í sérverkanir og það verður ábyggilega frekar aukning á því og svo hljóta að finnast einhverjir markaðir eða vonandi verður það. Við síðasta kastið komu nokkrir háhyrningar í heimsókn til að fylgjast með gangi mála og svo lyktaði að afli Sólborgar í þessari ferð fór yfir 100 tonn sem landað var á Breiðdalsvík.